Velkomin. Takk fyrir það. Hvað segirðu gott? Ég segi allt ljómandi. Er það ekki? Jú. Já, við ætlum að taka smá umræði í dag og mér langar bara að byrja á því svona þess að fá að kynnast þér og hvaðan þú kemur. Þú sagði mér og verir frá Sandgerði eða hvað? Nei, ég er fæddur á Sauðárkróki. Já. En þegar ég ársgamall þá flyst fjölskyldan suður til Keflavíkur. Já. Mamma er Keflvíkingur alveg í húð og hár, Keflvíkingur og Reykvíkingur reyndar. En pabbi minn er Skaftfirðingur og Eyfirðingur. Já. Þannig svona baneitruð blanda víðsvegar að. Já. Og hvað, er þið mörg sískinni eða? Við vorum 5, ein er látin, Já. þannig að við erum 4 sískinin og ein er sem sagt í Reykjanesbæ og svo ég í Sandgerði og Bretlandi og svo á ég bróður í Danmörku. Já. Og systur samkynniða líka í Danmörku líka. Ok, þannig að þið eru út um allt. Við erum út um allt. Já, og hvernig var æskaðin? Varstu alin upp á Sauðárkróki eða? Nei, alin upp í Keflavík. Keflavík. Já, og mjög miðsvæðis í Keflavík og gekk alla skólagönguna mína þar. Já. Þannig að, já, og svo fluttust við til Danmörkur þegar ég var 15 ára. Já, ok. Öll fjölskyldan bara? Öll fjölskyldan, já. Og hvað hvernig gekk svona skólagangan og varstu bara gekk ljómandi vel og já. Hvenær var það sem að þú svona áttar þig á því að þú værir samkynhneigður? Manstu það? Sko, ég myndi segja sko að maður hafði sko, þegar maður er barn þá skilur maður ekki á saman hátt þú veist hvað það er að laðast að og annað. Ég var frekar kvenlegt barn eða þú veist kvenlegur drengur svona eins konar strákastelpa eða hvað maður kalla það eða stelpustrákur og en það er ekki fyrir en svona í kringum kynþroska að ég átta mig á því að ég er ekki eins og allir hinir að þetta væri líklega þannig að ég væri samkynhneigður. Já. Og varstu hvernig fannst þér það? Þú veist, varstu... Mér fannst það erfitt vegna þess að ég var mjög trúabarn og náttúrulega þegar maður skoðar hvernig til dæmis kaþólska kirkjan sem ég er í, þú veist, lítur á samkynhneigð og annað, þá var það náttúrulega voðalega flókið og erfitt fyrirbæri að yfirstíga þennan þröskuld, þú veist, að viðurkenna fyrir sjálfum sér að svona var í pottin búið og það var kannski í raun og veru erfiðast í hjallin að koma út, það var að koma út fyrir sjálfum sér. Já. En og hvað varstu gamall þegar þú komst út fyrir fjölskyldunni? 20. Ok. Og þá hefur verið væntanlega búin að vita þetta í einhver ár. Það var, já, og búin að reyna að afneita þessu sjálfur með því að vera með stelpum og byrjaði með, þegar ég var í kennaraháskólanum í Skíve í Danmark og var ég til dæmis í sambúð með samnemenda mínum, sko. Og hætti svo með henni til þess að fara til Íslands til þess að koma út úr skápnum. Já. Og já, og svo bara fór rússibalinn að stað eftir það, sko. Og hvað, ég átta mig ekki alveg á aldriðinum, hvað ertu? Ég er 45 ára. Já, þannig að þetta hefur verið þá bara hvað? Bara aldamótin. Aldamótin, já. Og hvernig tóku foreldræðinir og... Það var erfitt fyrst, Já. Það var erfitt fyrst og þau ég er alveg vissum þá og ég hef átt þessi samtöl við móður mín og núna síðustu árin, sko, þau vissu þetta náttúrulega alltaf, sko, en það er svona flókin saga líka bak við það, þú veist, til dæmis pabbi minn, hann er alveg upp á Hofsósi, sem er lítið bæjarfélag eða hreppsfélag í Skagafirði og það voru svona ýmis fjölskyldumál þar sem svona hræddu hann að ég myndi kannski lenda í svipurum aðstöðum og aðrir sem tengjast þarna inn í fjölskylduna lendi í árum áður. Já.
þannig að þetta var svona tough love eins og maður getur kannski sagt að maður fengið sem náttúrulega olli því að það komu tímabil það sem til dæmis ég var ekkert í neinu sambandi við fjölskylduna mína sko en svo kemur það út að systir mín sem 1 ári eldri en ég, hún samkynhneigð líka og kemur út nokkrum árum eftir mér. Já. Og það ekki fyrir en þá byrja hlutinu svona aðeins að liðkast, sko. Og hún var náttúrulega þessi típiska tomboy eða strákastelpa og ég stelpustrákurinn sko. Þú veist þannig að þetta aldrei skrítið sko og allir sem þekki okkur frá barnasku þeir þekki okkur alltaf sem sko stelpustrákin og strákastelpuna skilur við. Þannig að ég var á línuskautunum skilur við hún á hjólabrettinu og þú veist þannig að Þetta hefur verið bara alveg svona Þetta var alveg borðleggjandi sko. Og hvað og svo eftir þú kemur út úr skápnum, byrjar þá strax í sambandi eða? Ég byrja eiginlega strax í sambandi þegar ég kem heim, en það var eins og oft gengur að gerist og þessum árum og þessum aldrei er svona stutt og mjög hröð og stutt sambönd sko, sem er bara allt í lagi, maður náttúrulega lærir og fikrar sig áfram og svo tók ég langa sirpa þess að ég var ekki í neinu sambandi, ég var til dæmis ekki í sambandi í næstu 10 ára áður ég hitti mann minn sem ég er giftur í dag. Já, hvar hittust þið? Við hittumst á appi, svo gengur að gera sko. Appi fyrir samkynhneigða sem heitir Scruff og fyrir svona eldur svona bánsalega gauðra sko. Og ég var einmitt á leiðinni til Danmörkur til þess að verja sumrinu mínu þar. Pabbi minn orðin mikill sjúklingur og þau þurfa mikla aðstöð þarna heima við og svona, þannig að ég á það til að þegar ég get að pakka saman og fara og vera foreldri mínu minna handar. Og þannig að við kynnumst þarna á mjög slæmum tíma þar sem ég ætla að verja allir sumrinu mínu í Danmörku en enda á því að fljúga aðra hverja helgi til Bretlands til þess að rækta þetta nýja skot þannig að við verðum bálskotnir mjög strax sko og giftum okkur bara árið seinna og giftum okkur í Kaupmannahöfn í rétt fyrir COVID árið 2019 og bara gengur ljómandi. Og varstu á árum áður, varstu þá í samtökunum 78 eitthvað? Já, fyrst. Alveg fyrst og fekk nú svona svona hvað maður kalla ráðgjöf hjá þeim þegar ég var að svona díla við mitt sko. En ráðgjöfin þá var nú ekkert upp á alla marga fiskana sko. Spurningi var ef þú voru á balli og Sharon Stone væri og George Clooney með hverju myndur vilja fara heim þetta var levelið þá sko, en við erum náttúrulega að tala um þetta 25 ár síðan sko, þannig að það er kannski mikið vatn runnið sjávar þar í þeim málunum en... Ógeðslega gott próf Já, og fannst þér það hjálpa þér? Já, og þetta, sko, samtökin 78 þá voru rosalega gott akkeri fyrir unga samkynhneigða sko þarna var bæði félagsmiðstöð fyrir fullorðið fólk sem við gátum hist, við gátum fengið okkur bjór saman á svona bar hérna og fengið okkur kaffi. Það var hérna rosalega flott bókasafn, þetta er á Laugaveginum þegar samtökin voru þar. Rosalega flott bókasafn hann að ef þú vildi leita að einhverjum hérna svona bæði kvikmyndum með svona samkynhneigði ívafi, lesefni, bara sjá það sem er að gerast út í heimi, þá var þetta staðurinn til þess að fara og sækja þær upplýsingar og það var mjög gott að koma þangað. Og hefur verið varstu í samtökunum alveg bara þangað til... Ég var ekkert sérstaklega virkur, Nei. En svo var ég ekkert sérstaklega lengi á Íslandi á þessum tíma. Ég kem hérna frá Danmörku þegar ég var náttúrulega í svona hálfgerðið sveit í Danmörku á norðvestu Jótlandi og ekkert endilega besti staðurinn að koma út. Nei. En maður sá hvernig, sko, þetta var alltaf opnast á Íslandi og Gay Pride var svona nýbyrjað og
Páll Óskar náttúrulega upp að sitt besta þarna og ímislegt svona jákvætt í gangi, Spotlight var, þú veist, í gangi og þú veist, það var mikið svona félagslíf og bara það var eins og samfélag á Íslandi var bara að opnast fyrir þessu. Þannig að ég ákvað að hoppa frá Danmörku og taka frí úr námi og taka þarna ár á Íslandi og byrjaði til dæmis að kenna í gamla skólanum mínum dönsku og svona bara til þess að sjá hvernig mér liði. En svo breyttist ýmsir hlutir og hérna ég ákvað það að fara út í þroskaþjálfin í staðinn og hérna fæ boð að flytja til Noregs, til Bergen og vinna á stað sem heitir Helgeseter. Það svona Rudolf Steiner heimili fyrir, þetta var barnaheimili fyrir börn með ýmislegan bæði hérna geðræn og líkamlega föllun. En flest þetta fólk var komið til ára sinna orðið fullorðið, sko. En fer þarna og læri hjá Antroposófíska selskapið í Bergen og þar í 5 ár. Og lendi þar mitt í sambandi með vinnufélaga, don't do it, bara ekki gera þetta. Og þarna í ástarsambandi við einn af mínum vinnufélagum þarna. Og það var svona stormasamt. Og þannig að ég ákvað svo allt í einu þegar vinkona mín kemur í heimsókn frá Bretlandi til Bergen og hún sér strax, hún klokkar alveg strax hvað í gangi og segir bara við mig, heyrðu, Eldur, þú hérna ert að fara að koma í mér til Bretlands og ert að fara að losa þig úr þessu sambandi. Og bara frá degi til dags bara ger ég það og ég bara hoppa. Þú veist, og líti aldrei öxl og bara fer til Bretlands. Búin að vera þar núna í 20 ár. Þannig að, eða meira eða minna í 20 ár. Og hvað hérna og það hvað, það ekki 7 ár síðan þú kynst manninu. Jú. Þið eru bara báðir eru þið svipum aldri og hann er 52 ára, þannig að hann er 7 ára eldri en ég. Og hvað verður svona til þess að nú hef ég verið að hlusta á viðtöl og svona að þú ferð að fara svona frá þessari hugmyndafræði sem í samtökunum 78 og breyta, eða sem sagt að vilja fara í eitthvað að gera þetta öðruvísi. Já, sko, ég vil eiginlega freyma þetta á hinn veginn, sko. Ég í sama pakkanum og við vorum alltaf í, en ég vil meina að þau hafa breytt kurs og samtökin 78 hafa breytt kurs. Við vorum félag homo og lesbía og það ýmislegt sem gekk á í hreyfingu samkynhneigðra á árum áður eins og hérna það alveg kunnulegt stef fyrir flesta homma að við höfum verið sakaðar barnaníð og hommar séu barnaníðingar og þess að það bla bla bla. En sko verðum að átta okkur á því að það ekki alveg úr lausu lofti gripið heldur vegna þess að það voru ángar í hreyfingun okkar. 2 sérstaklega sterkir ángar og annar þeirra kallast PI, altså Pedophile Information Exchange, og hinn heitir NAMBLA, sem North American Man-Boy Love Association, og þetta ángar sem voru að teygja sig inn í hreyfingun okkar og þetta var alveg vita og ef þú skoða bara sögulegar hérna staðreyndir hreyfingun okkar, þá var þetta því miður í gangi. Okkur tókst að hrista þetta af okkur og hérna losa okkur við þetta. North American Man-Boy Love Association. Já, NAMBLA, North American Man-Boy Love Association. Og það bara eiginlega þetta bara pedofílhringir. Já. Og þetta var þetta að teygja sig inn í? Þetta var að teygja sig inn í okkar hreyfingar. Okay. En það tók mikla vinnu að losa okkur við þetta, en það tókst. Já. Og svo bara sem betur fer. Mikið af þessum hugmyndum kemur einmitt frá, þú veist, úr þessum hinsegin fræðum eða queer theory. Málið það, ég ekki saka fólk að vera hérna í einhvernum svona pakka, en fólk verður að athuga hvaða hugmyndafræði það kannski að styðja í blindni. Já.
En þegar við höldum áfram, akkur ég komið svona frá þessu, Já. þá það að maður að sjá sömu hlutin að byrja að gerast á ný. Því þú sér það að bara fyrir 10-12 ára síðan, þá allt í einu kemur nýtt konsept fram sem transbarnið. Já. Þú veist, það enginn sem hefur verið að tala transbörn eða slíkt áður. Málið það að það sem gerir þetta vafasamt að blanda börnum inn í þennan aktivisma, það að númer 1, við verðum að passa okkur á því að við erum ekki að fara að kyngera börn eða gera börn endilega kynverum. Börn eru börn og verða að fá að njóta þess að vera börn. Æskan nógu stutt fyrir að við þurfum að fara að setja börn í eitthvað pakka sem þurfa að fara að taka afdrifaríkar ákvarðanir sem kannski eru ekki rétta fyrir börnin. Og eins og vorum að tala mig og systur mína áðan, típiski strákastelpan, stelpustrákarinn. Sko, ef þú spyrð bara homo og lesbíur, svona, þú veist þessa típisku strákastelpur og stelpustráka, og leggur fyrir okkur spurningalista sem kannski barn og unglinga geðdeild Landspítalans að leggja fyrir þessi svokölluðu transbörn, þá erum við að tikka í nákvæmlega sömu boxin. Hefði ég til dæmis verið fangaður inn í þessa hakkavél, skilurðu, fyrir, þegar ég var 10, 12, 13 ára, þá hefði ég kannski ekki verið þessi einstaklingur sem ég núna, sita hérna fyrir fram að því, kannski verið settur í einhverja ramma og á einhverja vegferð sem hefði alls ekki verið rétt fyrir mig. Nei, en telur þá að þeir sem eru að koma út sem trans séu þá bara samkynhneigðir? Frekar það? Það mikið homofóbíu þegar kemur að þessu, sko til dæmis ef þú skoðar hvaða ríki hérna er að stunda flestar skurðagerðir á fólki eða á karlmönnum yfir í kvenkyn eða þú veist, reyna að fá karlmenn til þess að líta út eins og konur, þá það Íran. Ótrúlegt en satt. Já. Því að samkynhneigð þar eru viðurlögin dauðarefsing. Já. En ef þú ert samkynhneigður þá getur þú fengið að velja annarkvort eða snaran eða þá það kynleiðréttinga með aðgerð. Það eitthvað mjög skrítið. Það eitthvað mjög skrítið. Þannig að þarna sérðu að þarna rosalegt element af homofóbíu og í svona mörgum trúalögum samfélögum þá það meira acceptable að vera transkona eða transstelpa heldur en að vera samkynhneigður drengur eða karl. Viðhorfið virðist vera öðruvísi og þetta hefur til dæmis komið í ljós við lekan hjá Tavistock klínikunni í London sem búið að loka. Að þar sko hlóu starfsfólk að því í svona hálfpartin djóki, já bráðum verður ekki neinir samkynhneigðir eftir, soon there won't be any gay people left, þú veist, því að það var alltaf að fara í þetta ferli. Hins vegar og verði að koma því að það sem fullorðið fólk ákveður að gera, þú veist, fullorðið fólk sem ákveður að fara í transferli, þú veist, live and let live, þú veist, bara mér alveg sama, þú veist, gerði það sem passa fyrir því í guðina bænum. Ég meina, þú lifir bara einu sinni og ef þetta eitthvað sem þú telur að sé gott fyrir þig og hjálpar þér að fara í gegnum vegferðina sem lífið ég meina þá bara það frábært fyrir þig. En málið það sem við erum að gera, þetta snýst ekki það. Nei, en þú segir samt að það sé verið að kyngera börn. Já. Og börn séu ekki kynverur. Sko, fyrir mér snýr það þegar barn fæðist í röngum líkama, upplifur sig sem hitt kynið, þá held ég, fyrir mér og eftir sem ég lesið mig til þá snýst það ekkert kynlíf sem slíkt, heldur snýst það það að vera í röngu líkama og þegar þú ert, þú hefur væntanlega aldrei upplifað það sem samkynhneigður maður að þú viljir ekki vera með kynfærin þín, skilurðu. Þú veist, þannig að þetta ekki að sama, fattaru? Nei, sko, núna komstu inn á dálítið sem svona frekar merkilegt að fæðast í röngum líkama. Trúið þú
því að það sé hægt að fæðast í röngum líkama? Ég trúi því að intersex, það er til. Já. Ég trúi því. Já. Og það er ekki bara þannig að það er bara X litningar og X y. Það er alveg, þú veist, það eru frávik. Það eru frávik. Og, þú veist, og það sést alveg, þú veist, það eru til fullt af fólki sem myndi flokkast sem slíkt, þú veist, konur sem eru líta út meira svona maskulin heldur en aðrar konur og öfugt að kallmenn sem eru svona, þú veist, það er til kallmenn með mjaðmir og alls konar, þú veist. Já. Og þetta er, þú veist, það er frávik af því að þú veist, það er ekkert, ég held að þetta sé ekki bara alveg svart og hvít, kall og kona. En núna er þú til dæmis að nota intersex sem svona stökkpall inn í að svona komi röksemdi fyrir því sem kallast trans og kynvitund. Sko, intersex og núna þekki ég fullt af fólki sem intersex, sem finnst óþægilegt að vera undir þessari hinsegin eða LGBT reglíf vegna þess að intersex þú veist, heilsufarslegt vandamál, þetta er fæðingagalli líkamlegur, líkamleg frávik. Já. Og en það sem er skemmtilegt að segja með intersex, með öll þessi syndróm, og þau eru þó nokkuð mörg, eins og Turner syndróm, Klinefelter syndróm, Swyer syndróm og þau eru fleiri. Sko, þau leggjast misjaflega á kynin, þannig að intersex, til dæmis Turner syndróm, leggst aðeins á konur. Swyer syndróm leggst aðeins á karla og Klinefelter syndróm aðeins á karla. Þannig að samt öll þessi greinanlegu frávik, þau passa samt inn í kynja tvíhyggjuna og inn í líffræðina en auðvitað er rétt hér að litningar þeir einu sem ákvarða kynið, en þegar þú ert með litning, SRI litning, þá ertu karlmaður líffræðilega. En þegar við komum svo inn í transið, þú veist, hvað er trans? Núna til dæmis varstu með fyrir einhverju síðan Daniel E. Arnarsson, framkvæmdastjóri 78 í viðtali, og þá var talað trans og cis og þá var skilgreiningin á cis að það eru allir sem eru ekki trans. Þannig að trans eru allir þeir sem eru á ekki cis. En það er enginn sem vil koma skilgreiningla hvað cis og hvað er trans. Því að trans, sko, konur sem velja að fara í transferli, það eru ekki að fara í transferli á sömu ástæðu til dæmis og karlar sem eru að fara í transferli. Það skiptist í fleiri greinar. Þannig að setja alla undir sömu reglíf er í raun og veru ofureinföldun á því sem fyrirbærið er. Sko, karlar, transkonur, sem sagt karlar sem fara í kynleiðréttingarferli, þeir má deila þeim eiginlega í 3 hópa í dag. Þú er til dæmis með þessa ungu samkynhneigðu karla, menn, stráka, sem eru kvenlegir, svona eins og ég var, sem telja hagsmunum sínum betur borgi með að fara í kyn staðfestandi meðferð eða í skurðaðgerði til þess að breyta útlitinu sínu og verða eins og konur. Okay. Svo ertu með þessa sem koma út úr skápnum miðaldra, við köllum þá autogynephiles, Ray Blanchard sem kom með það konsept fyrir 30-40 árum síðan. Það eru karlar sem eru gagnkynhneigðir á stærstum hluta, en eru með þetta hvern sjálfsímyndunarblæti, þannig að þeir vilja upplifa sjálfa sig sem konur og þessi þörf þeirra að vera kona kemur af mjög sterkri þú veist, af ástartilfinningum til kvenna, skilurðu. En svo er það nýjasta afbrigði sem er svona kannski það ljótasta í þessu öllu og kannski eitt af ljótu afsprengjum samfélagsmiðlana, og það er það sem að kalla transmax. Það eru inselar, svona einmanna svona lyklaborðsrittarar og annað sem telja að þau fá og skora meira svona social currency stig og það sé betra fyrir þá að fara í gegnum
lífið þeirra meiri fríðindi að lifa sem transkona. Þetta eru þessi. En svo er það konurnar. Þar ertu til dæmis með konur sem eru með mjög laskaða sjálfsmynd, oft þegar konur eða stelpur fara á unglingsárin, kynþroskaskeiðið, þá byrjar það kannski að fá athygli sem þeir kannski ekki kæra sig frá körlum. Og byrja að svona hata líkamann sinn og líkaminn að breytast og kynþroskaskeiði erfitt, ég menna réttu pönn sem við áttu auðvelt gelgjuskeið, það er engin. Nei. Og þar byrja jafnvel að stunda sjálfskaða, það er ádraskanir og þess aftar og þetta er í raun og veru sama afbrigði að því, ég er ekki að alhæfa en það er mikið af þessu sem filtrast þarna inn í. Já, það er sko, já, ég er ennþá samt að sko að því að ég man eftir sjálfa hafa verið orðið kynþroska og líkaminn minn var að breytast og bara á viku þá passaði ég ekki sem buxurnar að því ég var komið með mér og einmitt maður fór að fá athygli sem var kannski óþægileg. Já. En það þýddi samt ekki það að ég myndi fara, sko því að þessar margar, náttúrulega trans, þegar þú ferð í kynleiðréttingu, bara alveg, og bara lætur skipta kynfæri og allt þetta er ekki eins og þetta sé hlaupið að þessu. Nei, en svo þú sérð þennan markhóp sem fer í þetta ferli, og það er kannski líka það sem er það alveglegasta í þessu, sérstaklega það kemur á börnunum, að 80% þeirra eru að glíma við einhvers konar taugaþroska raskanir. Og eru semst á einhverfurófinu og eru með önnur undirliggjandi andleg veikindi. Er það búið rannsaka? Já. Er það með það skýrslunni? Já. Og bara samkvæmt tölu frá landlæknisembættinu að 77% af börnunum sem hafa farið inn í transteimi BUGL eru með taugaþroska raskanir. Það er alveg skjálfest. Erum við að tala um þá taugaþroska raskanir eins og núna er það líka ADHD? Það er ADHD og það er Það tengist þess ekkert? Myndirðu segja það? Já, ég myndi segja það. Er það? Já. Hvernig þá? Eða þú veist? Sko, það er bara hvernig einhverju sjúklingar og annað upplifa sinn líkama og veruleika og það er bæði þráhyggju hegðun og mynstur og annað sem myndast og svo líka þetta að vera samfélagslega svona utanveldu að fá þarna líka inn samfélag sem er tilbúið að taka þig inn þannig að það eru ýmislegi félagslegi þættir þarna sem spila líka inn. Já, það er sko þú veist, ég er búin að lesa hluta af þessari skýrslu og mér finnst þessi skýrsla ekkert endilega að vera eitthvað að tala móti trans. Nei, en hún er að tala að það sé meira farið í sko könnunar meðferðir, að það sé meira sko sálfræði meðferðir heldur en að fara í þennan pakka eins og hormonablokkara og crosshormóna. Vegna þess að Ísland er nú eitt af fáu löndunum á Vesturlöndum sem ennþá er að dæla þessu í krakka. Því að þetta, þú veist, hormonablokkaraðnir eru hættulegir, þeir stoppa framheila, þroska framheilans. Þannig að í raun og veru ertu ekki bara að stöðva líkamlegan þroska einstaklingsins, þú ert líka að stöðva andlega þroska einstaklingsins. Ég var að mynda að leita þessu, ég sá þú sagði þetta með þroska, stöðnun og þroska, hvar var það? Þú ættir að finna það í rannsókn sem Rita Kertu Kaldiala sem er hún var yfir transteiminu í Helsingi í Finnlandi. Hún kom með þetta og þetta hefur sænska ríkissjónvarpið í uppdragsgranskning líka tekið fyrir í þáttum nákvæmlega þetta en ríkissjónvarpið okkar neitar að sýna þættina þrátt fyrir margar áskoranir. Okay. Þannig að þessir hormónablokkarar, en þú veist það er það sem ég líka spái, ef að sko, segjum það að ég er í barn sem segir mér það einn daginn, bara mamma, ég held að þú veist, ef að stelpa, mér langar að vera strákur.
þá ég ekkert bara eitthvað svona daginn eftir að fara að panta tíma og draga barnið mitt Ég vona ekki. Nei, þetta ég held að þetta sé aldrei auðveld ákvörðun og ég held að fólk sé, eins og þú sagðir að vera að dæla þessu í krakka hér á landi, svona hormónablokkurinn, er það samt? Samkvæmt tölunum þá virðist að vera það og ef þú skoðar til dæmis bara löndir sem við berum okkur sama við, að núna erum við að greina 13 sinnum fleiri krakka með ADHD en til dæmis Danir og Bretar og við erum líka að setja 13 sinnum fleiri börn í transferli heldur en Danir og nú er löggjöfin í Danmörku ekkert frábreyðin löggjöfinni hér en einhverju hluta vegna þá erum við að gera þetta 13 sinnum meira heldur en Danir og ég veit að þetta er vola viðkvæmt að segja að það má helst ekki nefna samfélagssmitt því að þá verður allt brjálað en málið að við getum ekki litið fram í því við getum allavega ekki rannsaka það þú veist hvort að sé ykkur samfélagssmitt og líka ef þú skoðar bara hópin sem er í þessu ferli hvaðan hann kemur, svona demografíst þú veist, þá er þetta yfirleitt millistjætta fólk, yfirleitt af vinstri væng stjórnmálana og yfirleitt úr svona harri mentuðu stíði þjóðfélagsins og ef þetta er svona borðleggjandi að þetta er bara tölfræðin er svona hvar eru þá allar miðaldra konurnar sem hafa þurft og þurfa þá að fara í transferli hvar eru þær? Það er ekki sjáanlegar. Nei. Af hverju er þessi markhópur alltaf unglingsstúlkur eða meira núna. Þetta var áður fyrir bara drengir eða mestpartin drengir. Núna er þetta alveg búið að flippast yfir og transteimi fullorðina sem er kannski dálítið villandi þegar kemur að stelpunum sem er að fara í þetta. Aldurshópurinn hjá þeim er 17 til 25 ára. Svo þú ert komin yfir 25-6 ára aldur, þá bara eru þessi sjúklingar ekki til staðar. Nei. Hvað gerist? Er ekki líka bara það að það byrja að tala þetta meira? Já, þess vegna ætti miðaldrakonuna að vera að koma fram á sjónasviði núna og vilja fara í leiðréttingarferlið en þær láti ekki sjá sig. Hvar eru þær? Já, en er ekki trans, þegar við tölum trans þá erum við líka að tala þú getur verið trans án þess að fara í allt þetta ferli. Já, ég meina trans er víst allt núna, allt eða ekkert. Þú veist, ef ég vil vera... Ef þú segist vera trans, þá ertu trans. Já, og þú getur farið og breytt þessu. En enginn vil skilgreina hvað trans er, það er bara ekki sís. Já, trans er það ekki, að þú fæðist eins og bara með XX-litning og þú upplifir þig ekki sem það og vilt lifa lífinu. Sem hitt ég meina, ég veit ekkert hvernig litninga ég fættu með sko, ég hef aldrei farið í litningapróf heldur og en ég veit alveg hvar í klófin á mér og ég veit alveg hvernig vaxtalagi mitt er og ég veit alveg að ég er samkynhneigður karl skilurðu og ég fættist í þessum líka þú veist, ég feitlagin við veist ekkert gaman að feitur skilurðu en á ég samt að heimta eitthvað að líta aðgerð og fegurða aðgerð út að ég er ekki hrifin af hversu feitur ég er skilurðu. Já, en það er sko, þú veist, ég veit eina konu sem að fættist svona 80 og ég segi konu að því að hún fættist með bæði. Já, hún fættist með intersex einkenni sem sagt, já. Og það var á þeim tíma, þá var bara ákveðið, þá bara foreldrarnir bara hvort viljiði, þú veist, og þau ákváðu að hún yrði stelpa. Svo bara vex þessi einstaklingur úr grasi og er bara ekkert stelpa. En hún er bara með kvenkyns kynfæri. Þú veist, ekkert annað. Þú veist, þetta er náttúrulega bara alveg, hefði aldrei átt að vera gert. Nei, ég er 100% sammálaðir þar. Sko, til dæmis, þegar lögin kynrænt sjálfræði voru sett fram árið 2019, þá var fjölmiðla umfjöllunin einmitt með fókus á börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni og ég er alveg fullkomlega sammála því að það þurfti að koma og beisla þú veist þetta að ónauðsynlegar aðgerðir og skurðaðgerðir á þessum börnum er það hægt þú veist
og ég alveg 100% sammála því en þarna í þessum sömu lögum og þetta það sem umræðan fekk og það svo umræðan sem aldrei fekk að eiga sér stað það var að þú getur, hver sem getur núna bara sagst vera kona farið í þjóðskrána, ég get bara gert þetta rafrænt sko og sagst vera kona engi varnaglar, ekki neitt og þetta náttúrulega býr til vandamál því að það eru náttúrulega fólk að núti sem ekkert gott fólk skilurðu og hérna fólk sem ætla sér að fremja til dæmis kynferðisafbrot eða annað slíkt, hann notar allar glufur sem hérna getur notað. Ég ekkert að segja að transfólk sé hérna einhverjir hérna kynferðisafbrotamenn en þegar varnaglarnir allir eru teknir í burtu, þetta kannski ekkert svo mikið á litla saklausa Íslandi sem þetta geti komið fyrir en í öðrum löndum þá þetta virkilegt vandamál og núna konur þeir eru búin að vera með svona tiltölulega góð kvenréttindi bara í 100 ár þetta eru 100 ár, þetta ekki langur tími en samt virðast konur eða suma konur vera með svona hálfgerða eitraða samkennd fyrir körlum sem segjast vera konur og hleypa þeim bæði inn í hérna fléttulista stjórnmáluna inn í búningsklefana jafnvel þá að þeir hafi ekki farið í neina aðgerðir og svo býr Reykjavíkurborg til gaslýsingabækling fyrir starfsfólki sitt þannig að ef kona voga sér að kvarta að það sé karl í búningsklefanum í stuttunni þá borgin búin að gefa út objection handling manual þú veist hvernig ná að díla við þessa konu Já, þú veist eins og segir þá þetta nú örugglega mjög óalgengt á Íslandi og sko ef að þú ert svoleiðis pervert að þú ætlir bara að fara niður í þjóðskrá og skrá þig sem eitthvað annað kyn bara til þess að geta fara að glafta fólk í sturtu þá er náttúrulega bara eitthvað mikið að Já, þetta fólk ekki helbreygt sko Nei, þú veist, ég hef ekki lent í því að það sé einhver með tippi í hérna búningsklefum þar sem ég hef verið En hvernig myndir þau bregðast við ef þú sæði til dæmis mig og þú veissir ekki hver ég væri og ég kæmi þarna inn og væri bara ásprælanum fyrir framan konur, myndir ekki spyrja spurninga? Ef þú værir, þú veist, með skegg og allt þetta Já, ég meina, en núna þarft ekki að gera neitt það, til dæmis, það fræg lesbía í Bretlandi sem allskeggjar með meira skegg en ég og bara í pilsi en lesbíunir eiga samþykja hana hann sem lesbíu þannig að ef það engi varnaglar það engi standardar þú veist, þú þarft ekki að gera neitt þú þarft bara að segjast vera trans ég skil hvað þetta meina en ef þú myndir svo spyrja spurninga gæti ég það bara sagt við ekki vera svona transfóbísk hvað að þér? Það oft hannig að það bara verið að segja við mann, þú veist, að maður, eins og ég sagði við Daniel þegar ég tók viðtal við hann, ég sagði, þú veist, mér finnst oft mjög erfitt að spurja spurninga því ég svo hrædd að ég verið sögur að ég sé með fordóma. En, þú veist, fordómar koma bara að fávísi. Það nefnilega málið. Þannig að maður þarf bara einhvern veginn að fá að læra rétta málið og lingóið og reyna að vera pólitískt réttur í tali, þú veist. Já, ég, sko, í mínum aktivism ég búin að prófa allar þessar leiðir. Ég búin að prófa að vera litla músir sem læðist með frá veggjónum og svona að reyna að tala hægt og rólega og En sko það virðist vera að það skiptir engu máli hvaða taktík þú notar. Þú færð alltaf sama skellin. Þannig að ég hætti bara að, þú veist, ég hugsaði bara með mér, veist það, núna hætti ég bara að nota þetta lingó. Núna ætla ég bara að lýsa raunveruleikunum eins og hann þegar ég hef rétt á því að lýsa mínum raunveruleika. Ég þarf ekki að taka þátt í rangmyndum að annara. Og sko, ég veit að rosalega sárt fyrir fólk, sko, ég þar, þú getur ekki fæst í röngum líkama. Þú ert líka með þinn, þú fæðist hannig. Ef við ætlum að fara að samþykja þessa hugmynd að fólk getur fæst í röngum líkama og við getum þá bara byrja að leika drottin og Guð og almáttu og breytt líkamannum til þess að láta ykkur líða betur, hvernig ætlum við að útskýra fyrir fötluðu barni sem fæðist fatlað að nei, þú ert ekki fædd í vitlausum líkama, þú verður að sætta þig við þína fötlun
Af hverju erum við að fara að þú veist, og það er einhver smá sálgæsla og smá sálgæslu meðferði sem fötlu börn þurfa að fá til þess að sætta sig við sinn líkama en svo kom einhver önnur millistéttabörn, þú veist úr efri lögum samfélagsins og segja nei, ég upplifi mig ekki svona eða hinsegin en þau þurfa ekki að sætta sig við það. Nei. Það er hægt að laga þau. Já, en það er ekki það mörg ár síðan að samkynhneigð var talin vera geðsjúkdómur. Já, það er alveg rétt, en málið er það að við þurfum ekki lyfjagjafir eða skurðaðgerðir til þess að vera það sem við erum. Nei, þú veist, og samkynhneigð er til annars staðar í dýraríkinu. Það er ekkert dýr sem skiptir kynum að trúðfiskar en trúðfiskar skipta aðeins kyn til þess að halda við stofninum, skilurðu? Já. Þú veist. En það hefur samt verið, þetta er ekki eitthvað svona eins og transi, eitthvað nýtt þó að það Nei, ég meina fólk hefur alltaf verið gender non-conforming. Já. Ég meina það er gender non-conforming eða vera fyrir utan, þú veist, þessa eðlilegs norms að bara að ég sofi á öðrum kallmanni. Það er gender non-conforming in essence, skilurðu? En við verðum að fara þú veist, ég held að við verðum að fara að brjóta niður staðalímyndirnar hérna fyrir 20-30 ára síðan. Núna erum við bara að taka þær inn aftur og við erum að setja fólk í þrengri kassa. Ég meina, fáðu eitthvað sem segist vera trans að útskýra fyrir þér að þau upplifa sig sem eitthvað annað án þess að grípa í gamlar staðalímyndir hvað kynin eru. Strákar megi alveg vera hinsegin. Ég get alveg farið í kjól á morgun en ég er ekkert kona fyrir það. Ég er bara kall í kjól og það er bara allt í lagi. En ef þú upplifir þig sem á sért kona? Já, en upplifanir eru ekki alltaf á rökum restar. Það er eitthvað sem heitir ranghumindir og ég er ekkert að segja að fólk sem er með ranghumindir þurfa að vera látið líða eitthvað illa. Nei, en málega það að við þurfum samt að geta lýst raunveruleikunum eins og hann er. Og þessi, ég var á ráðstefnu í síðustu helgi í Lissabon og þar var sálfræðingur sem kom með hugtak sem var það eins konar ljómun hjá mér. Ég hugsaði með mér, þetta er einmitt það sem vandamáli er. Það er toxic empathy, þú veist, sem sagt eitruð samkennd. Samkennd er ekkert alltaf af hinu góða. Þú veist að þú kannski lendir inn í einhverjum kultreifingum annað, þá ertu alveg lofbombaðir í spað. En þetta er ekki alltaf að góðum ásetningi. Sko, að staðfesta ranghugmyndir hjá einhvern sem er að glíma við ranghugmyndir er ekki alltaf af hinu góða. Hins vegar, ef ranghugmyndarnar eru það erfiðar viðuregnar, þá getur það verið á fullorðinsárum að það sé rétta lausnin fyrir viðkomandi að fara í þetta ferli. Og það, eins og ég segi, þá er það bara í mjög góðu lagi. Það er, held ég, 1% af 1% eða eitthvað sem að hættir snýr. Hvar eru þessa tölur? Þessar tölur er ekki til. Málið það eftirfylgnin er svo lítil. Þessan er Kaskíslan komin út. Þessan er svo mikið af fólki detransitioners, ef þú skoðar bara frásagnir þeirra. Sko, þú segir 1% af 1%. Ég er að heyra tölur það sem þriðjungur af börnum sem hafa lent í þessu undir lögaldri sjá eftir þessu við 25 ára aldur. Sjálfsmálstíðni transfólks er hæst 7 árum eftir kynstaðfestandi skurðaðgerða. Hún er ekki há þegar vera að bíða eftir meðferðum, hún er há 7 árum setna. En málið er það að við erum ekki með neina gagnrýndar rannsóknir sem sýna fram á virkni þessara meðferða. Þess vegna getum við ekki látið börn fara í þessar meðferðir. Við verðum að geta treyst því að heilbrigðiskerfið beiti aðeins gagnrýndum meðferðum að þau vita hvað þau er að gera. Já. Það er bara ekki staðan í dag. Er það ekki það sem að transteimið er að gera á spítalanum og á BUGL? Eins og staðan er núna, þá er ekkert að transmeðferðum gaggreinda meðferðir. Data, þú veist, tölfræðin fyrir eftirfylgni og annað, hún er ekki til.
þannig að þú veist, og rannsóknina við til dæmis kynþroskabælandi lyfjunum, hún fyrst að koma fram núna en samt og neikvæðar niðurstöður, en samt erum við að halda þessu til streitu og halda áfram á Íslandi. Bara á Íslandi? Ekki bara á Íslandi, en mikið á Íslandi og eins og ég segi, 13 sinnum meira heldur en í nágrannalöndunum. Danir eru hættir að nota kynþroskabælandi lyf. Bretar hættu 2021, Svíar líka, Finnar eru líka hættir. Ísland eina landa á Norðurlöndunum sem ennþá að nota kynþroskabælandi lyf. Og hvað eru þeir þá að nota í hinnum löndunum? Það ekki bara eitthvað annað lyf? Þeir eru ekki á kynþroskabælandi lyfum. Kynþroskabælandi lyfjagjafir eru ekki á boðstólnum. Svo koma, ég verða að segja eitt, það eru margir transaktivistar og eitt sérstaklega þekktur transaktivisti hérna á Íslandi, Arna Magni Adangs, sem furðar sig yfir því að kynþroskabælandi lyfjum, þú veist að þau eiga ekki vera aðgengileg úlingum sem eru í þessum svokallaða kynama, vegna þess að sískrakkar fá þessi lyf við bráða kynþroska við 6-7 ára aldur. Það bara allt önnur það bara allt annar rammi. Sko, þegar barn eða stúlka að fara að taka út kynþroska 6 eða 7 ára, auðvitað allir að reyna að bíða með það. Já, bíða með það og hægja á þeim þroska. Þá barnið sett á kynþroskabælandi lyf í 2 ár, kannski til 8 ára aldurs. Það hefur ekki áhrif á framheila þroska þegar sá þroski þarf að fara í gang á úlingsárunum. En það sem gerist með kynþroskabælandi lyf á þessum aldri að þú stöðva framheila þroska sem þarf að eiga sér stað á þessum árum. En þetta náttúrulega alltaf gert að mjög vel ígrunduðu máli. Nei, það nefnilega málið. Þetta ekkert svo vel ígrundað. Þegar þú ert ekki með gagnrýndar rannsóknir til að styðja það sem þú ert að gera, þá það ekki að vel ígrunduðu máli. Þetta kannski að góðum vilja gert, en að vel ígrunduðu máli, þar ég ekki sammálaður. Nei. En hvað það svona sem að fær þig til þess að, þú veist, að sem partur af minnihlutahóp, að beita þér gegn þessu? Ég hefði einfaldlega mjög líklega að geta orðið eitt af þessum börnum. Heldur það? Já, ég sannfærður það. Varstu einhvern tímann með þá tilfinningu að þetta væri... Þetta náttúrulega upplifir eins og ég sagði í upphafi með að vera trúa barn og vitandi það að kona og karl eiga að vera saman og þú fattar það að þú vilt freka vera með köllum, auðvitað kemur svo hugsun upp í þér, já kannski ég hefði bara átt að vera kona. Auðvitað kemur þetta fram. Það engin samkynhneigður einstaklingur sem hefur ekki upplifað einhvers konar kynama í sínu þroskaferli. Ég efast að sé til einn. Já, og ég held að sé líka bara, þú veist, kynami, hvernig það skilgreint? Þetta líka sem var tekið fyrir á þessari ráðstefnu í Lissabon sem ég var í síðustu viku. Kynami í raun og veru það sem að kallar í raun og veru bara pseudoscientific incomplete diagnosis. Þú veist, allir geta í raun og veru tikka í þessi, það eru 6 kriterjas sem þú þarft að tikka í til þess að greinast með kynama og þú ert að tikka í 4 af þessu 6 bóksum og ég held að allir geti tikka í þessu bóks. Ég man ekki nákvæmlega hver þessi kriterjas ég ætla einmitt að fara að skrifa grein nákvæmlega þetta. Hún heitir Mia Hughes sem tók þetta fyrir á ráðstefnu Genspect og þetta var mjög upplýsandi sko. Og það að þetta hafi nokkuð tíma verið einhvers konar greining, það í raun og veru stærsta hneykslið í þessu því að kynami náttúrulega ekkert að vera til sem nein greining og í raun að vera á kynmisræmi eða gender incongruence sem nú nýtt í ICD-11 það á í raun að vera ekki að vera nein greining heldur því að þetta eru greiningar sem aktivistar hafa verið að koma inn í læknasamfélagi með. Já, en eins og með þig, þú veist, það átt þú einhverja vini sem eru trans? Já, þá nokkuð marga. Já, á Íslandi eða? Já, á 2 vini sem eru trans á Íslandi. Og eru þeir
ánægði með sína Já, ákvörðun? þeir eru ánægði með sína ákvörðun Já. og þeir eru líka ánægði með það sem ég er að gera. Á hverju? Vegna þess að báðir þessir einstaklingar fengu það frelsi að taka þessa ákvörðun sem fullorðna manneskjur. Þannig að þú trúir því að þeir séu með... Ég trúi því að þetta hafi verið besta lausnin fyrir þá. Já, af því að þeir eru trans. Af því að þeir vilja telja sig, vera betur borgið, að líta út eins og hitt kynnið og já, þeim líður betur þannig. Þannig að þá er ég ekki neitt maður að fara að segja nei, þeir eru ekki að fara að gera það. En báðar þessar einstaklingar, báðar transkonur, þetta er ekki í hug að fara inn í búningsklefa kvenna. Nei. En skiptir það máli að manneskjan sé með, þú veist, kvenkyns kynfæri? Skiptir það máli, finnst þér? Sko, persónulega skiptir það mig engu máli. Nei. En sko, við erum að tala um sko, svona bæði blygðunarkennd, virðingu og hérna öryggi til dæmis kvenna. Eins og við vorum að tala um áðan, ef ég myndi birtast, skeggjar, ég meina hvað er standardin? Akkur, þú veist, karlar sem lifa lífinu sínu sem konur, akkur geta þær samt ekki bara virt þessi mörk kvenna. Þú sér það að núna er nýkomið þetta með klósettin og annað. Þetta er náttúrulega kemur í kjölfar laga kynrænt sjálfræði. Ég vissi að þetta myndi gerast. Ég vann í nær áratug sem sölustjóri Kimberly Clark sem hérna er Kleenex og þekki flest öll íþróttamannverki og annað á Íslandi vegna þess að ég sá að með byrginu mínum að selja inn hreinlætisvörur. Já. Og aðstæður eru bara þannig að hérna, það er ekki hægt að breyta mörgum rýmum til þess að gera bæði konur, karlar og kynhlutlaust. Og reglugerðin segir, ef það er merkt konur og karlar, þá verður að vera kynhlutlaust rými. Og ef það er ekki hægt, þá verður öll rýmin að verða kynhlutlaus. En aktivistunum segja, það er ekki verið að taka neitt frá konum eða köllum. Það er bara víst verið að því, vegna þess að ef það er ekki hægt að breyta rýmunum, þá verða öll rýmin kynhlutlaus og það eru konur sem verða fyrir barðinu á því að þeim finnst mest óþægilegt að vera með körlum í þessum rýmum sem er fullkomlega skiljanlegt. Vissulega, en það er hérna fyrir mig, þú veist, ég myndi þá bara, ég held að lausnin sé frekar að verði bara lokurými. Það er ein lausn, en þetta er kostnaðar sem lausn og það er ekki öll fyrirtæki, sérstaklega lítil fyrirtæki kannski, sem eru í stakk búin til þess að fara í þessar breytingar. En heldurðu að hérna svona, að því að þú segir að séu fleiri á Íslandi og heldurðu í Danmörku, 13% fleiri. 13 sinnum. 13 sinnum fleiri. Já. Getur það ekki verið tengt því að vera minna samfélag og það er auðveldar aðgengi að Ég held að sé hérna bannorðið sem ég sagði á hann, samfélagssmitt. Ég held að social contagion, samfélagssmitt, sé stór partur af þessu. Heldurðu, sko, að því ég átta mikið á því að því að það er ekkert auðvelt fyrir neitt, hvort sem það er foreldrar eða börn, að takast á við þetta. Nei, og öllum foreldrarnir eiga, þú veist, þú segir að hérna, að það sé allir með einhverja geðveilu eða undirliggjandi, já, börnin, en foreldrarnir, af því að þeir taka ákvarðanir, eru þeir þá líka bara með geðveilu? Ég ætla nú ekki að ganga svo langt að segja að foreldrarnir séu með einhverja geðveilu eða annað. Málið er það að sko líka svo innræting sem er að eiga sér stað bara innan skólakerfisins og í samfélaginu, hún er bara þannig að það er líka erfitt að spyrna móti þessu. Það vill enginn vera vond í kallin, það vill enginn vera vond eða vera sakaður fordóma eða transfóbíu eða hitt og þetta. Ég meina það er ekkert gaman að sitja undir að fá þessa skvettur, skilur við. Ég ætti nú að þekka það. En svo kemur náttúrulega líka bara upp á móti. Mikið af þessu verður til vegna tilkomu samfélagsmiðlana. Við vitum ekkert hvaða einstaklingar eru að ala upp krakkan okkar á skjánum, skilur við.
og ég til dæmis búin að halda fyrirlestur á nokkrum stöðum einmitt áhrif samfélagsmiðla á þessu og það gefur alveg auga leið að hér mikið samfélagsmiðl að ræða og þess vegna sér þið til dæmis oft sérstaklega með alls stúlkna hérna ég í raun og vera að tala stúlkurnar, ég ekki að tala svo mikið drengina því að þetta eru stúlkurnar sem svona peppa hvora aðra upp í þessu, þannig að þú sér oft svona unga vinkvenna hópa það sem, þú veist, það eru kannski 3 af 5 sem eru eitthvað skona trans, hvort þessi kynsegin eða segjast vera bara full-blown það meir svo sumar stelpur, úlingstelpur sem hafa verið í podcastum hjá Steina Vaff sem kalla sig homma þú veist, og svo ég hommin að hlusta á þetta og ég að hlusta á eitthvað 16 ára úlingstelpur vera að tala sig sem homma ég bara, já, þetta skrítin hommi ég ekki alveg að kaupa þetta þú veist, en þetta samfélags, ég alveg samfæðan það að það þarna spilar inn í prove me wrong þú veist, málega það til þess að sína að ég hafi rönga standa, þá verður maður náttúrulega að tala saman og það verður náttúrulega að fara í rannsóknir á þessu en hvað þetta gert? Já, það eins og bara með nú veit ég hef tekið viðtal við Veigu og Bjarka, þau eru bæði trans og þau eru búin að vera það í þó nokkur ár. Bjarki byrjaði fyrr heldur en Veiga og þú veist, þetta fólk það bara lifir sínu besta lífi. Það er bara frábært. Núna hlusta ég á viðtal til dæmis við bæði og við Bjarka og ekki það ég vilji fara eitthvað vola persónulega í málefni einstaklinga vegna þess að en til dæmis sem kom fram í viðtalinu við Bjarka voru náttúrulega ýmislega undirliggjandi vandamál sem manifestiði sig í til dæmis þess að hann ákveður að koma út sem trans en ég meina fullorðni einstaklingar enn og aftur þú veist sem telja að þetta sé besta lausnin fyrir þá ég ekki að skipta mér að því En þetta segir samt að þetta sé til Ég hef aldrei sagt að þetta sé ekki til ég hef aldrei afneitað tilvist eða þú veist að þetta sé til sko, þetta fólk náttúrulega til en fæðast maður röngu líkama? Nei Getur maður farið í aðgerði til þess að líkast hínu kyninu, til þess að láta sér líða betur? Já. Ég meina, þú veist, lít ég á til dæmis, þú veist, ég vil ekki tala persónur. Lít ég á transkonu sem konu? Nei, ég geri það ekki. Transkona transkona. Karl, transkona. Þú veist, transmaður karlmaður? Nei, ég lít ekki á transmenn sem karlmenn. Það eru transmenn, ergo konur. Ég meina, ég hef fullan rétt að lýsa þessum raunveruleika. Já, þú mátt hafa þessu þú veist, en ég ekkert að því til þess að dissa þetta fólk. En þú veist, þetta fólk tók ákveðin fyrir sig að það vildi lifa, þú veist, og takast á við þessar breytingar til þess að láta sér líða betur. Mér finnst það bara vel að blessa, gott fyrir þau. En við þurfum ekki öll að vera þvinguð í að taka þátt. En okkur getur ekki sagt að þetta sé kona? Vegna þess að þetta ekki kona. En ef hún með kynfæri kvenna og... Hún ekki með kynfæri kvenna. Það búið að gera... Það ekki kynfæri kvenna þó að sé búið að snúa upp á og skera og gelda því, skilur. Þú ert ekki með kynfæri kvenna. Þetta ekki kynfæri kvenna. Okay. Konur ekki með svona kynfæri. Please, nei. Þú veist, og þessi kynfæri sem sem ég bara vona að flestir transmenn geri ekki að fara í falloplasti. Hvað er það? Þá tekið húð af bæði upphandlegg og að lærum til þess að bara búa til eins konar pilsu sem þvagrásin svo dregin í gegn, já, þetta skelfilegt. Pilsu, já. Ég meina, hvað maður kallar þetta? En ég meina, þetta ekki tippi. Nei, en þetta virkar eins og tippi. Nei, það gerir það heldur ekki. Nei. Og þetta mistekst í 70% tilvika og valda fleiri fylgikvillum heldur en vandamál. Sko, læknastjættin var að athuga það. Læknaæðurinn segir first do no harm, ekki skada. Þú átt ekki að valda sjúklingi meiri skada
en viðkomandi eða í þú veist, ekki valda meiri skada en sjúklingurinn þegar í. En þarna verið að valda meir og meiri skada og eins og ég segi, sjálfsmorðstíðnin að yfirleitt hæst löngu eftir. En eins og ef að læknar eru, þú veist, eins og lítalæknar, ef að ég fer og læti setja á mig svona stór brjóst, þá ég með svona stór brjóst. Já. Þú veist. Já. Að þá ég bara með risa stór brjóst. Já, en ég meina, já, en... Og lítalæknir býr til píku og þá þetta píka. Það búið til snýpur og allt, sko. Já, sko, þetta náttúrulega ekki kynfæri kvenna. Kynfæri kvenna líti ekki svona út. Hefurðu skoðað myndir af vagínoplasti? Já. Já, ég mæli með að skoða og endur skoða hvort þetta sé kynfæri kvenna. Konur eru ekki svona. Nei. Og konur þurfa ekki að nota stafi til þess að koma í veg fyrir að píkan á þeim grói saman og svona. Nei. En þetta rosalega svona fyrir fólk sem trans, sko, þegar þú segir að maður getur ekki fæðst í röngu líkama, en þú getur upplifað þig. Já, en það eru ranghugmyndir, en eins og ég segi, á þess að, sko, mér veist alltaf að við tölum þetta sem ranghugmyndir, þú veist, við erum að tala það, að við erum ekki að fara að gera, eða stigmatisera, eða gera tabú, eða geðsjúkdóma tabú. Af hverju er það allt í einu leyfilegt í þessu tilfelli? Af hverju má ekki tala þessar upplifanir sem ranghugmyndir? Þú veist, þú fæðist ekki röngu líkama, þetta þú veist, og þessi kynvitund sem allir að tala og öll þessi kyn, í raun og veru það sem þetta fólk að lýsa bara orðið persónuleiki til. Og kynin eiga víst að vera bara ótal mörg og við vitum ekki hvað eru mörg en það getur verið jafn mörg og við skiluru, þarna hlýtur að vera hlýtur fólk að eiga við orðið persónuleiki. Já, ég minna þú veist. Og hvenær ákváðum við það að samkvæmt lögum þá byrjum við að skrá kyn sem eitthvað félagslegt. Við höfum alltaf skráð kyn sem líffræðilegt kyn. Hvenær fór svo umræða fram að við hættum að skrá líffræðilegt kyn og byrjum að skrá félagslegt kyn? Hvenær fór þessi samfélagsumræða fram? Hún aldrei farið fram. Þetta búið að vera svolítið mikið í umræðinu síðustu ár. Já, en hún aldrei farið fram hvort við erum að fara að breyta kynskráningu úr því að vera líffræðileg kynskráning eða félagsleg. Hvernig ætlum við að hringla með afbrotatölfræði? Ef þú getur, sko, núna frumvarp sem Píratar eru búin að leggja fram í 3 sem snúa því að fólk að geta breytt nafninu sínu og kynskráningu einu sinna ári. Segjum svo með afbrotatölfræði, hvernig ætlum við að kljást við afbrotatölfræði þegar kemur að kynbundnu ofbeldi ef fólk getur bara svissað milli kynja einu sinna ári eftir henduleika? Þetta náttúrulega bara eitthvað... Tölfræðin það ónýtt. Já, en það þú veist, á hvað kyni ertu þá þegar þú brýtur á þér? Ég meina það er hægt að finna. Já, þannig að þá erum við að fara að upplefa það að þolendur til dæmis nauðgana eru að þurfa að vera þvingaðir í réttasal eins og hefur reyndar gerst í Bretland og víðar, að kona þurfa að segja, hún nauðgaði mér. Skilurðu, hún nauðgaði mér með tippinu sínu, skilurðu. En sko, þú veist, það sem ég reyna að skilja líka að fyrir, segjum bara, þú veist, kynslóðin sem fædd svona 30, 40, þau líta ennþá mörg á samkynhneigð sem einhverja geðveiki, sko. Þú veist, finnst þér ekki... Það trufla mig ekki neitt, nei. Ekki neitt? Mér skýt sama. Nei, en ef ég myndi segja við þig, þú veist, þú ert ekki samkynhneigður, þú ert bara eitthvað klikkaður, myndi það ekki særa þig? Nei, ég bara nokkuð niður tjörfaðar í minni persónu, skilur Já, þú ert líka, sko, þú ert alveg orðin fullorðin og þú ert þroskaður, en ef ég kæmi til þín sem úlling og ég væri bara nei, ég meina, þú ert ekki samkynhneigður, það er ekki til, það er geðveiki. Hvað ætlum við að gera? Ég meina, þú veist, ætlum við að gera það ólulegt fyrir fólk að vera fíbl? Ég meina, það eru fíblar núti. Það eru fíblar núti. En þú ert að segja þetta samt með trans. Nei, ég er ekki að segja þetta sé geðveila. Ég er ekki að segja þetta sé geðveila, þetta er náttúrulega ranghugmyndir, en þú veist, já, ég meina við erum öll með ranghugmyndir upp á vissi marki, ég er alveg vissi það, en sko,
sko, það alveg hægt að lifa með geðrænu vandamálum. Ég meina, Ísland flóra af geðrænu vandamálum, skilur við. Þetta geðrænt vandamál ef að... Vegna þess að þú getur ekki fæst í röngum líkama. Reyndu þá að segja við fötluðu manneskuna og útskýra fyrir henni. Af hverju getur þessi manneska fæst í röngum líkama en ekki ég? En ef við myndum breyta bara orðalægin og segja ég hef aldrei upplifað mig sem konu. Ég hef alltaf upplifað mig sem kallmann. Er það betra? Það er betra. Já. Það er strax betra, Já. En það gerir þið samt ekki að konu. Nei. Ég meina, hvað er kona? Ef ég spyr þig, hvað er kona? Þessi spurning, sko. Hvað er kona? Kona er sískona. Nei, hvað er kona? Kona? Bara, já. Hvað er kvenmaður? Hvað er kona? Kona er manneskja. Já. Með kvenlegar tilfinningar. Ok. Er það ekki? Já, meina, hvað er kvenlegar tilfinningar? Konur eru öðruvísi en kallar, það er alveg... Já, get ekki konur vera alls konar og strákar alls konar? Jú. Og þú veist, getur verið með alveg harðjaxla konur, skilur, sem er alveg bara drull. Já, veist, já, ég er alveg... Og svo ertu með svona litlu stráka bánsana sem eru, þú veist... Ég hef alltaf verið strákaleg stelpa, en ég er alls ekki strákaleg í útliti. Já, kona er fullorði kvendýr af tegundinu Homo sapiens. Kvenleiki er bara, kvenleiki er samfélagslega mótað. Kona er það ekki, kvenleiki er það. Þó að eitthvað sé kvenlegur eins og ég hef alveg kvenlega takta, gerum ekki að konu. Nei. Og karlmaður er karlkins dýr af tegundinu Homo sapiens. Já. En það er ekki en við getum öll verið kvenleg og karlæg og það er bara í fínu og getur verið með þess að báða eiginleika alveg í bland. Það breytir samt ekki hvers kyns við erum, hvers konar dýr við erum og hvers konar líkama við erum með. En það er líka bara, það vantar til dæmis, finnst mér orð fyrir þetta því að það er talað sex og gender sé ekki það sama. Kyngervi. Sko, þau komum orði kyngervi fyrir nokkrum ári síðan og svo uppgötuðu það að það var ekki nógu þægilegt að nota það því að þá var greiningin á milli, hún var ofiljós. Það er nefnilega, þessi aktivismi virðist oft vilja taka, þú veist, að þau vilja notfæra sér einmitt það að mörkin séu mjög óljós. Þess vegna er kyn. Ég meina, gender er kyngervi. Og þetta orðið til, en þau hættu að nota það vegna þess að þau töldu að það væri, þá getur gaurarinn sem ég byrja að nota orðið á mótið þeim. Því að ég er alveg saman að því, kyngerfi getur verið margvíslegt og verður bara í því kyngerfi sem þeir hendar, be my guest, breytir samt ekki kynið þínu. En sko kyngerfi, mér finnst það pínu svona eins og þau veist dulargerfi, þetta er bara svona eitthvað, minnst þetta ekki gott orð fyrir þetta, þú veist ég verð að segja það, en það er bara... En mér finnst að eigum við ekki sem nútíma samfélag að leyfa fólki bara ef að ég upplifi mig sem kall alla mínu ævi og mér langar að vera bara að þið bara virði það. Á ég ekki alveg rétt á því? 100%. Já. Sko, við hefum öll rétt á því að lifa frjáls og vera það sem við erum og gera það sem við viljum eins lengi við séum ekki að valda öðrum beinum líkamlegum skaða. Það er bara grundvalla skylda hvers og eins. En svo kemur þegar sko heilsa og velferð barna er aldrei einkamál eins eða eins. Það er samfélagslegt ábyrgð allra sem er að hlúa að velferð og heilsu barna. Eina krafan sem ég er að setja fram varðar transfertla á börnum að meðferðirnar séu gagnreyndar. Þar eru það ekki og meðan þar eru ekki gagnreyndar það er ekki eiga sér stað því að það er tilraunastarfsemi og við eigum öll að vera sammála því að tilraunastarfsemi af börnum er ekki líðandi. Nei og ég er alveg, þú veist, auðvitað maður sammála því en ég, þú veist, einhvern veginn kom þetta á markað, einhvern veginn kom þetta, þú veist, einhvern veginn byrjaði þetta. Eins og ég segi, transbarni kemur á markaðarna fyrir 10-15 ára síðan. Nei. Jú. Transbarni kemur víst á markaðarna sem koncept fyrir 10-15 ára síðan. Það er til heimildir ég veit að til að fólk hafi verið já, þá vil ég sjá þær. Já, býttu.
Við skulum finna þetta. Já, Ég var að vinna heima vinnuna mína. já. Og það talað sko, það var verið að gera... Núna laki ég til alltaf að koma með frumbyggjana og allt þetta. Ég ekki að koma með frumbyggja. Þetta til dæmis, það var þessi maður sem að kallaði sig, hann hét John, fæddist sem John, en lifði sem Eleanor á 14. öld. Ok. Það var það er svona einn elsta heimildin frá eins og Englandi. Já. Og hann En það sannar ekki tilvist transbarsins. Transbarsins? Já, við erum að tala konsepti transbarn. Og það kemur ekki fram á sjónasviði fyrir 10-15 ára síðan. Vissilega hefur fólk lifað í öðru kyngerfi og frumbyggjar verið kannski með 3 kategóriur, konur og karla og far fína til dæmis. Já. Það breytir samt ekki líffræðilegu kyni. Við erum að tala kyngerfi hérna. Við erum að tala transbörn. Konsepti transbörn. Og inn í, til dæmis, bæði inn í læknisfræðinu og bara félagslega inn í samfélagunum okkar. Það kemur ekki fram á sjónasviði fyrir 10-15 ára síðan. En? Áttu börn? Ég og ekki börn sjálfur, nei. Af því að sko... En ég á fullt af börnum í kringum mig. Já. Ef að barnið mitt myndi koma til mín og tala svona hluti og vera óhamingjusamt eða vera bara virkilega á því að þetta væri málið. Ég upplifi mig sem hitt kynið eða ekki mitt kyn, þú veist. Ég myndi fara allar leiðir til þess að reyna að fá aðstoð fyrir barnið mitt. Ég myndi ekki hlaupa með það bara veintalega. Það er að skipta kyn á þessu barni. Nei, auðvitað, vitaskuld. Og það er bara, þú veist, maður gerir allt fyrir börnin sín. Ég held að ekkert foreldri, ekki, þú veist, ég vona ekki, að sé ekkert foreldri sem er bara eitthvað svona, já, drífum myndi bara. Já, það er náttúrulega svo líka Munchausen by proxy elementin í þessu. Ég meina, hvar eru þær mæður núna? Þú veist, ég meina það eru til mæður sem hafa látið búa til heilu sjóvarsættina í kringu sig í þessu ferli. Ég meina, sjáðu bara I Am Jazz. Bara sem dæmi og núna er bókin Jazz Jennings lesin fyrir börn í leikskóla hérna. Í leikskóla? Í leikskóla. Er það transbarn? Það er Jazz Jennings, I Am Jazz, bókin heiti Ég Jazz. Já. Og hún var mjög fljót að koma út á íslensku. Ég held hún hafi komið út í Bandaríkjunum 6 mánuðum áður og hún var allt í einu komin í íslenska þýðingu. Þannig að þetta er rosalega hraður ferill sem þessar bókmenntir koma yfir á íslensku. En þú sér það líka til dæmis að aktivistar hafa komist upp með að setja alls konar orð og orðasambönd sem enginn þekkir inn í námsefni barna. Fyrir 3 ára síðan, 2021, þá var haldin einhver samkeppni eða eitthvað ráð í kompani þarna á Suðurgötunni, býrt orðið kvár og stálp og hán og þetta. Og svo bara 2 ára setna þá var þetta komið inn í skólabækur leikskólabarna. Orður og æventýri, nýjasta bókin sem er verið að dreifa til allra 4 ára barna og þar stendur strákur, stelpa, stálp. En heldur þetta sé einhver svona bara samsæris? Nei, en þetta er innræting því að það er ekkert barn kynhlutlaust. En er ekki, þú veist, þegar ég myndi halda að tilgangurinn með þessu sé einmitt að gera þetta þannig að fólk sem er trans sé ekki alltaf að upplifa sig sem geimverur. Við eigum ekki að kenna börnum umdeldar kenningar sem staðreyndir séu að ræða. Þú veist, okkar hlutverk er að kenna börnum gagnrýna hugsun og lesa og skrifa og reikna. En þú veist, nú eru eins og börnin mín hafa verið alin upp í því ég á 3 dætur og þær hafa allar fengið svona alls konar fræðslu í skólum. Það gerir þær ekkert að trans. Nei. Þær vita bara hvað þetta er, skilja þetta. Já. Þú veist, það er bara að þær eru miklu meira upplýstar heldur en ég var á þeirra aldri. Já, en svo er bara það er svo flókið þetta orð trans. Það vill enginn skilgreina hvað það er, hvað það þýðir. Það þýðir bara að vera ekki cis. Og cis þýðir að vera ekki trans. Þannig að þetta er svona hringlega svona circular definitions. Já, er ekki trans bara skilgreint sem að þú sért lifir lífinu sem kyn sem þú veist ekki, því að var ekki úthlutað við fæðingu. Ég hef ekki séð neina beina svona skilgreiningu, sko.
Og þetta það sem gerir máli líka flókið vegna þess að trans ekki bara trans eins og við fórum í, þú veist, trans mismunandi eftir kyni, eftir hvað að gerast með einstaklingin sem fær einstaklingin til að upplifa sig svona, þú veist. Þannig að þetta flókið, ég meina, þú veist, að vera transmaður og transkona, þetta er alveg 100% ólíkar upplifanir, skilurðu, og konsept. Já. En samt þetta alveg tvinna saman í eitt pakka og ég held að það sé ekki einum til framdráttar og þessi skilgreining hinsegin, hún er ekki að hjálpa neinum af þessu fólki, ekki homum, ekki lesbíum, ekki transfólki vegna þess að við erum að taka þarna ólíka hópa sem eiga raun og vera ekkert sameiginlegt og eigum að berjast fyrir einhverju og þannig að þá koma gaurinn sem ég sem eru ekki hinsegin og ekki sammála hugmyndafræðinni og þeir eru bara út í tómu rugli og ég ætla ekki að fara að setja mín fingraför aftan á þessar heimingu. Hvað það sem að gera þig, þú veist, það bara... Ég ekki tilbúin að samþykja það að hinsegin fræðin fái þetta brautagengi í menntakerfinu og í stjórnkerfinu. Ég vil ekki að mörkin milli kyn og kynhneigðar eða kynhneigðar og blæti séu til dæmis afmáð eins og var gert með BDSM. BDSM ekki hneigð, það blæti og það að skuli hanga upp í skólum BDSM hneigð sem bara viðurkennd almenn kynhneigð. Ég bara ekki tilbúin í þann pakka. Mín kynhneigð ekki, þú veist, hún ekki blæti. Og ég ekki tilbúin að afmáða þessi mörk á milli fullorðinsára og bensku. Ég vil ekki að börn setja í þessa ramma og láta taka þessa afdrifaríku ákvarðanir fyrir en þau eru fullorðin. Og enginn hefur rétt á að taka þessa ákvarðanir fyrir börnin heldur því að kynþroskin mannréttindi hvers og eins. Það getur ekkert foreldri ákveði, nei, við ætlum að setja barna okkar á kynþroska bælandi lyf og stöðva kynþroska þess. Hefur ekki rétt að því. Þú ert að stöðva þroskaferli, eðlilegt þroskaferli mannesku. Hefur ekki rétt að þess. Nei, en þegar fram að því að barnið sjálfráða, þá hafa foreldrarnir ákvörðunarvald, ekki satt? Já, en þá erum við að fara í sama pakkan eins og var tekið fram fyrir hendur á foreldrum sem eiga intersex börn, að eiga ekki að skera upp börn sem, þú veist, ef það ekki lífsnauðsynlegt, sem ég 100% sammála. Sama skapi, þá finnst mér foreldrunni ekki hafa rétt, eða læknar ekki heldur, hafa rétt á að stöðva kynþroska barns, eðlilegan kynþroska barns, á réttum aldri og þess þar. En það ekki gert líka til þess að einfalda ferlið? Það ekki, þú veist, ef ég kom með brjóst og... Já, málega það að þú gerir það, þá ertu búin að stöðva andlega þroska barnsins líka, þannig að líkurnar á að barnið sé að fara að skipta skoðun eru nánast engar. Besta lausnin við kynamanum eða þessari upplifun að vera fæddur í röngu kyni eða þess þar að komast í gegnum kynþroskan og það segi ég að minni eigin reynslu. Því að það er það sem hjálpaði mér. Ég hætti að hafa þessa hugsanir, já, ég hefði þetta fæðast bara sem kona, þú veist, út af því að þú veist, það stendur í biblíun að kalla og kona eiga að vera saman og ég meina, það sem hjálpaði mér var að komast í gegnum kynþroskan og ég er mjög ánægður að vera kallmaður, vera miðaldra, þú veist, að hafa fengið þetta frelsi til þess að þroskast og dafna og vera ég. En þú ert ekki trans. Þú fékkst ekki þessar tilfinningar eins sterkar eins og manneskja sem er... Við veitum það ekki, tilfinningar eru náttúrulega subjektív, þetta er huglegt. Þú veist, ég held að þegar að barn er að berjast fyrir einhverju bara í æskunni sinni og foreldrarnir, ég serðu fyrir þér einhver foreldrar. Börn og gera og segja ýmislegt sem fyrir þeim haft, það er alveg, þú veist... En það er líka bara serðu fyrir þér að þú veist, það sé bara hjón bara á mínum aldri bara með barnið sitt og þau séu bara eitthvað svona, yes! Getum við núna farið að búið til drama í lífi okkar að reyna að koma þessu. Þú veist, það eru allir bara eitthvað, nei, Siggi minn, þú ert strákur, komdu út í boltaleik. En svo ertu líka með mæður sem er bara, já, núna er svona minn. Akkur séu bara mæður? Sagði ekki mæður? Já, þú talar bara mæður. Já, ok. Foreldrar, núna eru líka foreldrar sem eru til dæmis bara á samfélagsmiðlum og segja, núna er strákurinn minn að fara í, og þú veist, þú horfður að stelpa, núna er strákurinn minn að fara í sína fyrstu sprauti, hormonablokkara
og kannski 2 mánuðum áður þá voru hérna sama foreldrapari voðalega happy niður í lífi og láta fara í eggheimtu og láta barnið sitt fara í eggheimtu skilur 12 ára gamalt, veistu hvernig ferðlega eggheimta skilur þá nálstungið í gegnum hérna leggangnaðan veggin og inn í eggjastokkana til að ná í egg. Finnst þið þetta réttlátt að láta 12 ára barn sem helbreytt að ganga í gegnum slíkt? Ég meina, þú veist, ég bara varpaði þessi fram, þarf ekki að svara. Nei, ég get ekki svara því ég hef ekki verið í þessum sporum. Sko. En þetta erum við að gera, skilur við. Og við erum að gera þetta við heilbrigð börn. Við erum að gera þetta við líkamlega heilbrigð börn. Við erum semst að beita, þú veist, líkamlegum inngripum í börn sem að glíma við andlegan vanda. Skilur, og síðast ef við gerum það voru á lobotomíunar. Ég vil að þessu, allt þetta drasl sem í gangi núna, ég vil að þetta lendi í sömu ruslakistu og lobotomíunar. Hvað er lobotomía? Lobotomía er þegar var tekið svona meitill og hamrað í augnkrókinn á þér til þess að hérna, já, Google it, lobotomy. Já. Þetta það átt að laga til dæmis andlega heilsu fólks og já, samkynhneigð samkynhneigt fólk og lobotomerað og já. Þannig að þetta er síðasta dæmið fyrir transið þess að við sjáum líkamlegum inngripum og skurðargerðum beitt við vanda sem er huglægur. Já, en þú talar alltaf vanda, það er það sem er að angra mig, þú talar vanda og huglægan vanda þegar það var nákvæmlega sama sagt samkynhneigð. Mér finnst það svo skrítið að þú setja beita þér fyrir þessu. Þetta er bara ekki það sama. Þetta er ekki það sama. Málið er það, þó að þetta sé nota sem ykkur rök, þá er þetta ekki það sama. Þú ert að tala að fara að gera ykkur líkamlega breytingar og inngrip í hormonastarfsemi og breytinga á líkama fólks. En bara að samþykja það að ég sofi hjá kallinu mínum, skilur við. Ég meina að ég sofi hjá kallinu mínum og inn í Svefnherbergi, það er bara mitt einkamál. Ég þarf ekki konga eða prest inn í Svefnherbergi mitt. Nei. Ég vildi fá að vera samþyktur fyrir það sem ég er. Hérna eru sem vilja og heimta samþykki fyrir að vera það sem þeir eru ekki. Þú reyndir að segja við máðan, lítur á transkonur sem konur? Nei, þetta eru transkonur. Ég líti á þær sem transkonur og þú veist, þetta eru karlar sem lifa lífinu sín sem konur. En það eru ekki konur, lifa sem konur. Það eru það ekki, skilur við. Og ég finnst ekkert að því. Ég meina, þetta er bara, þú veist, ég hef minn rétt á að skilgreina raunveruleikann. Ég er ekkert að fara að gera hérna einhverja atlögu að nafngreindum einstaklingum eða annað, en ég er bara ekki tilbúin að kasta raunveruleikanum á eitthvað bál aktivisma og afmá mörk og leggja mig undir queer theory og þessa hugmyndafræði. Nei, þú vilt ekki láta kalla þig queer? Nei, það vil ég ekki. Nei. Og ég er ekki hinsinn, ég hef lent í því að það var ráðist á mig í London 2006 þá var ráðist á mig í North Acton í London, það sem ég bjó og hérna ég var að leiða gagginnaðan vinnu minn, hann var mjög drukkinn og ég leitt hann hérna og það var svona göng, það var einhver svona gangstiga vinna í gangi og ég held hann svona uppi og ég er rosalega flamboyant klæddur, þú veist, á þessum árum, sko, og augljóslega gay, alveg bara flaming gay, sko, og heldur hann svona uppi og er að hjálpa honum og það koma þarna 3 gaurar og gjörsamlega taka okkur og pakka okkur saman mest honum og hann var gagnkynhneigður, skilur lendir í því og meðan það var verið að berja okkur þá var bara rækt á okkur bara fucking faggots, queers, bla 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 þannig að þetta orð queer, hinsegin nei takk, þið getur nota bara ekki, það er ekki velkomi hér. Ok, já, ég held að við séum bara alveg búin að sjá ykkur alveg, ertu með eitthvað svona að lokum? Sko, já, það er eitt sem ég vil segja og þú veist, og við erum ekki sammála allt og mér finnst það bara verið í góðu lagi ég vil reyna að koma því til skila til samfélagsins að ágreiningur er ekki hatur og hérna að fólk getur ekki nálgast hvort annað og fundið
ákveðna lausnir og búið sem samfélag nema við getum rætt hlutina opinskátt, heiðarlega saman, kannski ekki alltaf verið sammála stundum sammála, stundum ekki þannig virkar lýðræðisleg samfélag. Hefur einhvern mann tekið þessu umræðu við einhvern sem á algjörlega öndveru með sem til dæmis ekki á Íslandi en sko það hafa margir hlaðvarpsstjórnendur reynt að koma því í kringa að bæði formaður eða framkvæmdastjóri samtakana 78 eða forsvarsmenn Trans Ísland eða myndi koma og mæta mér í umræðum en það hefur ekki borið árangur. En ég alltaf tilbúin. Okay. Þannig að ef fólk vil afhjúpa mig sem eitthvað vitlýsing þá bara verða þau að koma og gera það. Já. En takk fyrir að koma, takk fyrir að ræða þetta. Takk fyrir að ræða við mig. Takk fyrir. Takk.